Jæja, þá er það vika 3 í, í verkefninu mínu. Það sem gerist í þessari viku var í rauninni það að ég fékk í rauninni loksins svona ítarlegri upplýsingar frá fyrirtækinu sem að ég er að fara að kaupa af. Og þeir sendu mér í rauninni bara á rafrænu formi með tölvupósti svona nokkra bæklinga, ýmislegt fræðsluefni, samning sem ég skrifaði undir og sitthvað fleira, og ég fékk líka aðgang að bakendanum hjá þeim. Og það þýddi það í rauninni að þá er ég með í rauninni sér síðu sem ég get skráða mig inn á og fengi þar í rauninni lista yfir allar vörurnar sem eru með og sé verðin sem að ég er að borga fyrir þau, og í rauninni bara pantaði beint þar í gegn. Þetta er mjög þægilegt kerfi sem þeir eru með, og mikið af stórum fyrirtækjum sem eru með marga endursölu aðila úti í heimi eru með svipuð kerfi, en það er þó allur gangur á því og það er ekkert allir sem bjóða upp á slíkt. Nú þegar ég var komið þessar upplýsingar þá þurfti ég í rauninni bara að fara út í það að reikna út og átta mig á hvað myndi í rauninni kosta, eða vörurnar kosta þegar það verður komna til landsins. Og þá þurfti ég að fara og rannsaka fyrsta lagi aðflutningsgjöld, sem þýðir það í rauninni að athuga hvort það verður eitthvað tollur á þessari vöru, vörugjöld og hverju virðisaukaskatturinn væri á vörunni. Það er nokkuð þægileg reiknivél inn á tollur.is og ég mæli alveg með að ég kíki inn á það. Það er hægt að setja inn bara hvers konar vöru þeir eru með og þeir gefa þá upplýsingar hver aðflutningsgjöldin eru. Enga síður að þá svona, til þess að vera öruggur að þá hringdi ég niður í tollstjóra og spjallaði við þjónustuaðila þar og svona fekk aðeins frekar upplýsingar bara til að staðfesta að þetta var rétt skilið hjá mér, og bara fekk mér góða þjónustu þar. Nú síðan þurfti ég að fara að reikna út flutningskostnaðinn, og það er alltaf svolítið svona erfitt að reikna það nákvæmlega út af því oftar en ekki að þá er þetta einhver per bretti eða eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki alveg kannski, segir sig kannski ekki alveg sjálft, en í sumum tilfellum þá geti ég í rauninni verið búin að átta okkur á hvað ég ætla að kaupa mikið og spurt síðan í rauninni fyrirtækið á þennu gangi frá pöntunin til þess að fá svona endanlegt aðflutningsgjald. En það sem ég þurfti að gera til þess að í rauninni geta reikna út á hvað verðið ég geti boðið þetta, þá þurfti ég fyrst að vera búin að reikna út þessi aðflutningsgjöld, síðan þurfti ég í rauninni að vera búin að áætla sirka hversu stórt hlutfall af kostnaðinu mínum flutninguna væri og svona reyna að færa það yfir á tiltekna vörur, þannig ég áttaði mig á hvað myndi kosta mig að flytja þær inn, og þannig gat ég í rauninni reikna út hvað myndi kosta mig að fá vörurnar hingað til landsins, laði svolítið vonar, álagning, ég þarf náttúrulega að græða eitthvað á þessu, og þannig að þá gæti ég reikna út endanleg verð á vörurnar, og þá gæti ég loksins byrja að setja inn vörurnar inn á vefsíðuna með réttu verði og öllu. Þannig að það er mjög fínt að vera búin að því. Ég þurfti að gera einhverjar ýmsar lagfæringar á vefversluninni fyrir Valitor. Þeir eru með einhverjar kröfur, þannig að áður en ég gat fengið svona heimild frá þeim til að byrja að nota greiðslugáttina þeirra, þá þurfti ég að gera smá breytingar, en það var ekkert stórvægilegt og ég gerði það og það er komið í gegn núna. Og svo er ég búinn að vera að læra aðeins betur á Shopify kerfið. Þetta er fyrsta skipti sem ég nota, þannig að ýmislegt sem er svona nýtt fyrir mér. Og núna er næstu skref hjá mér líklega bara það að fara að setja inn fleiri vörur, fleiri upplýsingar það, setja rétt verð inn og svona undirbúa það að fara að opna þessa síðu. En ég held bara áfram og leyfi ykkur að fylgjast með eitthvað áfram, þangað til að allavega vefsíðan er komin í loftið og þangað til ég fæ mína fyrstu pöntun. En ef þið hafa ykkur spurningar þá bara endilega setja þér athugasemdir fyrir neðan og ég sé ykkur svo bara eftir viku.